það að þú sért að búa þitt barn á skrifstofutíma. Fórum svo loksins í fyrstu meðferðina var í mars 2017. Og ákveðum að fara í hefðbundna tæknisæðingu. Tæknisæðing er í rauninni einfaldasta form af frjósemismeðferð. Það sem hún felst bara í því að sprauta sæðinu inn í píku. Svona bara sprauta inn þegar embla eglós. Og að það er læslega, það er svona eitthvað þegar engin vandamáli til staðar undir skortur á sæði í sambandi. Í þennan læknum er bara 20% líkur á að tungan takist. Og það er sagt að það væri eðlilegt að fara í 4 meðferðir. Og 4 meðferðir var það var eðlilegt án þess að það var einhver vandamál fyrir hendi. Já. Og ég var kannski svolítið andlega undirbúin undir það að það getur ekki allt árið eða eitthvað svoleiðis. Ég meina ef maður var að reyna 4 sinnum heima, þá var maður ekki að reyna mjög lengi, sko. Nei. Eftir fyrstu tæknisæðinguna þá fengi ég alls konar einkenni. Kannski ég var ekki alltaf. Ég var alltaf skrýtin og ég var glöð og svona. Byrjaði ekkert húf. Já, mamma syngur leðingar og ég alveg nakkum restum að það hefði tekist. En það kom neikvætt últipróf samt. Og mér kom að kynna bara aðra lægferði í maí og svo lægferði ekki heldur. Það var bara neikvætt últipróf. En á þessum tíma fannst ég mér bara að líða skringilega. Ég var bara og mér var alltaf ógeðslega heitt, ég var alltaf búin að svita kófum, pínu sér bara breytingarskeiðinu. Já, og pínu eins og þú verður bara ólétt. Já. En svo fer ég til læknis í júní og við höfðum ákveðið að fara í meðferð í júní líka. Bara strax næstu meðferð en svo bara rétt áður en fyrir mig það meðferð, þá kemur í ljós að ég er mjög óvirkan skjaldkirtil. Og þegar við byrjuðum á BS-ferli þá að tjekka á skjaldkirtilnum mínum og hann var í lagi. Þannig að ég fekk einhverja skjaldkirtilstruflun á þessu tímabili þá vorum við í meðferðunum. Í rauninni bara á þessum 6 mánuðum. Það veit ég ekkert, hvort það hafi haft áhrif eða hvort það var tíminn, en það er svona það sem gerðist. Og mér bara strax tjáð að það var engin möguleiki fyrir mig að verða ólétt með svona skjaldkirtil. Læknirinn tjáði mér það að ég þyrfti að fá svona lyf til þess að laga skjaldkirtilinn sem tæki 1,5 ár að virka. Þannig ég gæti ekki ólétt næsta 1,5 árið. Og svo eftir það gæti ég kannski ólétt. Þannig ég vissi að það var langur tími. Það var svolítið svona leiðilegt að fara að heyra þetta. En ég var samt líka ótrúlega hrein að þetta uppgötvaðist af því ég hugsaði líka bara, guð minn góður, við hefum bara haldið áfram með meðferð eftir meðferð og það hefði enginn vitað alveg, þetta var bara ómögulegt. Það er líka leiðilegt. Og þarna erum við náttúrulega farin að treysta þessu fyrirtæki mjög lítið, þannig að við vissum einhvern veginn að þau hefðu ekkert velt þessu fyrir sér strax. Við hefum sennilega bara farið meðferð eftir meðferð og borgað 100 skall eftir 100 skall og þess að vera neitt pælt í af hverju emblu liði svona illa. Þarna ertu við að stoppa og taka stöðuna á ferlinu og ákvæða hvað sem við gerum næst. Og við ræddum mikið hvort við ættum að bara bíða eða halda fram. Og þá var mjög gott að hafa tölu. Hver vill ekki tölu? Og ég ákvæmum til að skipta út. Já, skipta út leið. Og ég bara sem reyna að verða ólétt. Og við hefjum ferli aftur. Í september á milli. Þá var við að fara í 3. meðferðina en 1. meðferðina hjá Völu. Ég fer í 1. meðferð þá, hún gekk ekki. Það var mjög svekkjandi. Og fer ekki næstu fyrir í janúar 2018. Varlega fór í meðferð, í september, janúar og mars. Já. Og þá er okkur tilkynnt að við viljum skipt yfir í glasameðferð og sú meðferð sé auðvitað miklu kostnaðarsamari og miklu minna inngrip
en á móti kemur sér meiri líkur á að það takist. Og þarna samt ennþá ekkert fjárhagslegur vandamál til staðar. Heldur bara einhvern veginn þykir allt auðvitað ennþá. Það bara líkurnar eru ekki meiri og það engin ástæða. Ég hef oft heyrt fólk segja að það taki mörg ár og oft heyrt svona sögur að það tók 3 ár eða eitthvað svona. En þannig kannski fyrir fólk bara í 3 meðferðir eða eitthvað. Og ég skildi þetta þetta var ótrúlega langur tími. En ég skildi það betur núna þegar alltaf eitthvað náðist. Það var kannski sunnudagur þegar það var augljóst. Og þá er þetta víða mánuð uppátt, svo getum gert meðferð. Eða það er páskar og það er síðan fyrstu. Og það er jól og það er sumarfrí í nokkra mánuð. Þannig að þetta er margt sem kemur inn í svona kannski ekkert með líkamann eða ópröf sem að gera. Þetta hefur bara með skipulag náttúrulega. Skipulag og það að þú sérst að búa til barn á skrifstofutíma. Bara milli 8 og 4 á daginn. Mér fannst mjög skrítið fyrst að hugsa til þetta í glashafi mér svo mikið inngrip og þegar það er ekki ástæða til. En svo þegar hún bara útskrifa fyrir okkur læknirinn hvernig líkurnar fóru úr 20 í kannski 50%. Það var svona það var svona svolítið heillandi sko. En við ákveðum í rauninni í millitíðinni og hún býður okkur það að fara í svona tæknisæðingu með lyfjum. Við komum aðeins smá auka aðstoð við að staðsetja eggleysið. Hún kannski ekki heldur og þá ákveðum við að fylgja þetta. Það sem að mér þótti mjög merkilegt með þetta voru samskiptin við klíníkina voru alveg orðin nokkuð góð. En það breyttust alveg til eins mikils betra hjá mörgum starfsmönnum þegar við vorum komin í glasameðferð sem er svona meira inngrip, þú ert að koma oftar en þú ert líka að borga meiri pening. Já, það er mjög oft að komin í eitthvað svona meira eitthvað svona notalegheit sko, því að við sem tæknisæðingum fá bara kemur maður og tekur bara 2 myndir og svo bara farin. Þetta er bara mjög aðkvæmlega samtal. Þetta er svona svolítið eins og að fara að bli krabbameins sko. Nema það er spritasæði inn í þig. En þarna var okkur alltaf búið bara kaffi og djús og Já. Allir bara, ég vona þetta takist hjá ykkur og allir búið hvetjandi. Það lýsir þetta upplifa miklu breytingu. Við ákváðum að fara í þetta og fórum í fyrstu glasameðferðina í Október 2018. Já, við glasameðferðina byrjaði að taka lyf upphaf blæðingar tíðahrings og held því alveg áfram þannig að það er alveg stjórnað hvenær það losna egg og það er alltaf verið að losa meiri egg heldur en venjulega. Venjulega þú losna bara 1 egg hjá konu en þarna verið að reyna að fá fleiri. Já, þannig að þetta er meira alltaf gífahormóna, þetta er meira áhrif á líf manns. Já, alls konar sprautur og svona. Og þarna er við búin að vera í ferli í næstu 2 ár. En þarna er 2 ár þegar við erum ákveðum að fara í ferli. Já. Og bara það vendir þetta, en þú veist, samt að halda fram. Og þessi glasameðferð gengur ekki og við náum heldur ekki að hrista neina fósturvísa. Þannig að við þurfum að fara allt ferlið frá nýtt í febrúar. Já. Í setjum glasameðferðinni Þá tókst þetta. endaði með jafnvel. Hvernig tókum við ólíktu tókuna hérna þessi hluti sem við hingað og við þetta hérna hingað nýta herbergi